Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4. Hann kominn til mín, Jóhannes Bjarnason, formaður Hollvinasamtaka Sjúkrahússins á Akureyri. Velkomin. Þakka þér fyrir. Nú eru þið bara með puttan á púlsinum og ætlaði að safna fyrir öndunarvél. Já. Segðu mér, hvernig kom það til? Já, það var nú ekki langur aðdragandi því skal ég segja. Við svo sem erum alltaf að safna fyrir tækjum og tólum og erum að fá 2 ný tæki í hús núna fljótlega, bara svona þessu daglega amstrokkar, en og engin smá tæki, er það ekki augnbotnavélin? Jú, það er augnbotnavél og rúm fyrir fæðingardeildina sem að... Það er bara að fara að detta í hús? Já. En ég fekk bara þessa hugmynd, hún poppaði bara upp í kollinn á mér í gær morgun. Já, það er ekki lengra síðan. Nei, og þá bæði var ég búinn að heyra umræðu í útvarpinu og sá svo á netinu fjölda öndunarvéla. Það er bara til 3 hérna á sjúkrahúsinu hérna. Já. 26 fyrir sunnan. Og auðvitað vonar maður að enginn þurfa að nota þessar vélar en svona dæmda reynslu til dæmis Ítala að þá er hætt við því að þær þurfi því miður að brúkast. Fer svolítið eftir náttúrulega hvernig gengur að halda gamla fólkinu frá þessu. Ég fekk þessa hugmynd og setti bara inn á Facebook síðuna mína og síðan inn á Facebook síðu Hollvinasamtakanna. Og viðbrögðin hafa verið hreint ævintýraleg. Það eru bara allir tilbúin til að... Og sallast bara peningar inn á reikningin? Já. Frábært. Svona öndunarvél, veistu hvað hún kostar? Hún kostar 7-8 milljónir. Já. Og við, sko, ef þetta verður svona eins og með sýnist ætla að verða, þá erum við komin í þá stöðu að geta jafnvel, sko, að því ég veit að gjörgæslu rúmin, sem eru geysi fullkomið tæki, hægt að velta og lyfta á allan hátt. Þau eru orðin mjög lúin. Og ef að þetta heldur sem horfir, þá væri það náttúrulega ekki síður mikilvægt að endurnýja það. Fá eina öndunarvél og gjörgæslurúm fyrir afganginn. Já. Það væri náttúrulega stórkostlegt. Veistu hvað svoleiðis kosta? 5 milljónir. Já. Þetta er alveg frábært og nú finnum maður kannski á þessum tímum samstöðuna, hvað best? Já, þetta er eiginlega bara, maður fær bara hlýtt í hjartað að hugsa til þess hversu margir eru búin að leggja okkur lið og ætla að leggja okkur lið og síminn hjá mér er bara rauðglóandi. Þannig að fólk lætur sér ekki nægja að leggja inn á reikninginn, það vil líka heyra í þér og spjalla við þig. Já, svo er svona eldra fólk sem er ekki alveg viss hvernig á að bera sig að þetta og svo aðrir bara líka sem er að þakka fyrir framtaki bara því að það er náttúrulega undirliggjandi svolítið hræðsla í þjóðfélaginu. Þó svo við berum okkur vel eins og við eigum að gera. En það eru margir bara þakklátir fyrir að skuli vera hugsa fyrir svona hlutum eins og þessum. Algjörlega frábært framtak. Er þetta einstaklingar, fyrirtæki, allt í bland? Allt í bland. Fólk sem sér þetta núna og vissi ekki af þessu, eins og til dæmis ég, það bara fer inn á heimasíðu Hollvinanna eða er þetta inn á SAG-síðunni? Reikningsnúmer okkar er inn á heimasíðu SAG. Við setjum það líka hérna undir bara, viðtalið, til að vera viss. Og svo kemur í dagskráni líka auglýsing frá okkur, það sem allt verður. Svo er þetta inn á Facebook-síðunni minni og Facebook-síðu Hollvina, það er reikningsnúmerið. Bara dreifum þessu eins og vindurinn og það fer ekki fram hjá neinum. Já. Þetta er alveg magnað. Og hvað heldur að svona ferli taki langan tíma? Ok, nú kannski bráðum eigið þið fyrir öndunarvélinni, það þarf að panta hana og hvernig er staðan á lagarnum hjá þeim heldur við heiminum? Ég held að það sé nú ekkert svo alveg þannig séð, sko. Þeir náttúrulega eru búin að hafa nokkuð góðan tíma til að undirbúa sig og mér skildist á þeim uppfrá að það væri ekkert langur afgreiðslutími á svona vél. Ok, þeir hafa sett allt í gang, framleiðendur. En við, sko, kannski gaman að geta þess að við gáfum, sko, eina af þessum 3 öndunarvélum sem að þessa nýjustu
fyrir 2-3 árum síðan og hún hefur reynst mjög vel. Já. Svo eru einhverjar öndunarvélar, er það ekki í sjúkrabílum og svoleiðis? Jú. Eða hvað, einhvern tíma, mér finnst ég hafa heyrt landlækni segja það væri þessar 26 og 3 og svo fleiri í svona bílum. Já, það eru bara ekki eins fullkomnar eins og vélarnar sem eru inn á sjúkrahúsunum. Einmitt. Og svo er hægt náttúrulega að setja fólk í súrefnis aðstoð en það er náttúrulega hvergi nær eins fullkomið og vélarnar, sko. Nei. Þetta er alveg magna framtak. Takk fyrir að fá þessa hugmynd, Jóhannes, og að framkvæma hana. Takk fyrir. Og gangi okkur vel og allir að hjálpa staðið að safna fyrir þessu, hvetjum fólk til þess og höfum reikningsnúmeri hérna sýnilegt. Takk hérlega fyrir. Og gangi okkur vel. Takk.